Já, nú ætlum ég að fara yfir tímadæmi 8. Hér erum við með í A-lið jafnströmsmótor sem er tengdur hérna, snúðrásinn tengd við hálfstýrða heilbylgjuafriðun, sem sagt hálfstýrða einfasa, það er bara fasi og 0 hérna, afriðsbrúin. Það er hálfstýrð vegna þess að það er bara helmingurinn af íhlutunum stýrður, það er sem sagt, það eru 2 týristórar á móti 2 díóðum og við erum með þá spennu sem er 220 volt, tengist 50 riðanetti sem sagt gegnum þessa brú og segulvafið, það tengist sama netti, þetta er segulvafið, sem sagt affallsvafið í mótornum milli C og D og það tengist sama netti gegnum óstýrða afriðsbrú, það er þessi hérna brú með 4 díóðum, hún er óstýrð, 4 díóður og vélafastinn í mótornum, K-merkt, er 10 og við erum að teikna mynd af tengingunni og myndin er rauninni úr bókinni, þetta er mynd 5.22, þessi mynd hérna öll, 5.22 og síðan er sagt sko að hún tengist síðan við þessa tengipunta á mynd 5.21. En lítum núna á þessa mynd hérna í B-lið, við erum að bæta við stýrirásina á tengimynd í liði A, sem er þessi hér mynd og við erum að tengja þær saman og þannig fáum við merki inn á týristórana, inn á stýriskautin frá eftirvafi á púlsspenninum hérna. Hér niðri þá erum við með merki inn á A og B, inn á þennan týristór hérna til vinstri og frá hinum púlsspennum hérna uppi fáum við eftirvafi hérna með púls inn á C og D, það er sem tengist þá inn á hitt stýriskautið á hinum týristórum og síðan þurfum við líka núllskynjunina inn á rásina og til þess að skynja núllið þá fáum við hérna frá fasa og fellum spennuna niður með þessu 220 kΩ viðnámi og inn á pinna 5 hérna og þessar díóður gefa okkur þá 0,7 V spennu, ýmist mínus 0,7 V spennu eða plus 0,7 V spennu hérna inn á pinna 5 á milli þess að spennan fer í gegnum 0-punktinn og þá er það skynjað hérna inn á þennan pinna 5 og þær tengjast hérna við mínusinn á spennugjafanum og við pinna 1 á rásinni og þannig að nullið á rafkerfinu hérna það tengist inn á mínusinn á spennugjafanum til þess að við getum notað þessa viðmiðunar spennu og fengið núllskynjunu hérna inn. Nú, þetta er B-liðurinn og síðan kemur í C, þá erum við að athuga hver snúningshraðinn verður við mismunandi opnunarhorn. Við fáum í rauninni aldrei í raunveruleikanum opnunarhorn við 0 gráður en við getum reiknað það út. En við getum fengið við 60 gráður, 90 gráður, þá sem sagt, lækkum við spennuna alltaf meira og meira niður. Og við 180 gráður þá eru konið niður í 0,8 spennu. Allt þetta svið í rauninni frá það byrju 0 gráðum og yfir í 180 gráðu þá erum við með spennu frá hárri spennu við lítið opnað horn, ekki alveg 0 gráðu, kannski 12, 15, 20 gráður eitthvað svoleiðis og þá erum við með hæstu spennu sem við getum raunverulega fengið inn á mótorinn og síðan lækkar spennan alltaf koll af kolli hérna niður. Við 60 gráður þá er hann miklu minni og 90 gráður ennþá minni og við 180 gráður þá er hann 0 volt. En við notum þessar 2 formúlur til þess að finna þetta út. Þessa formúlu til þess að finna spennu snúðsins, það er rauninni formúla fyrir stýrða heilbylgjuafriðun og við deilum þess vegna bara með pi hérna og síðan hraðaformúlu fyrir jafnströmsmótorinn, N fyrir snúðinshraðan á jafnströmsmótorinn, það er vélafastinn, K-merkt, sinnum spenna snúðsins. Og við 0 gráður, þá getum við reiknað þetta út fræðilega hvað við gætum fengið háa spennu inn á snúðinn
þá setjum við sem sagt spenna inn U 220 volt sinnum rótin af 2 deilt með pi sinnum svíinn 1 plus kósinus af opnunarhorninu og þá fáum við 198 volta spennu yfir snúðin fræðilega séð og við það myndi snúningshraðinn verða margfaldur vélafastan sinnum þá spennu myndi hraðinn verða 1980 snúninga á mínútu. Ef við prófum svo að athuga hvaða snúningshraðinn yrði við 60 gráðu opnunarhorn, þá setjum við bara 60 gráðu hérna í staðinn í formúluna og þá fengjum við lægri spennu, 148,6 volt, margfaldur það sem 10, þá verður þetta 1486 snúningar á mínútu, aðeins lægri snúningshraði. Síðan við 90 gráðu opnunarhorn, þá fáum við ennþá lægri spennu, rétt undir 100 voltum, 99 volt, og þá myndum við fá snúningshraðan sem væri 990 snúningar á mínútu. Og síðan við 180 gráðunar, þá í rauninni spennan komin niður í 0 volt, snúðspennan, og þá erum við bara með hraða 0. Nú, síðan, ef við spurt hérna, við værum með 380 volta þryggjafasa spennu og við værum með þryggjafasa hálfstýrða brú, sem sagt 3 týristóra á móti 3 díóðum. Þá notum við þessa formúlu hérna, 3 sinnum virkagildið U sinnum rótin af 2 deilt með 2 sinnum pi sinnum svíinn 1 plus kósinus á opnunarhorninu og ef við erum með 0 gráð hérna við hérna fræðilega séð mestu spennuna, þá getum við fengið hérna 513 volta snúðspennu. Það er mjög talsvert há spenna ef við erum 380 volt. Ef við erum með 400 volta spennu, þá erum við með aðeins hærri spennu. En við erum með 380 volt hérna í þessu dæmi, þannig að þá fengjum við 5130 snúninga á mínútu. Og síðan er spurt hérna, væri hægt að hafa ennþá meiri snúningshraða á mótunum eða breyta snúningshraðanum með því að stýra straumnum inn á segulvafið líka? Jú, það er hægt. Við getum fengið meiri hraða með því að minnka strauminn inn á segulvafið. Og við það þá eykst snúningshraðinn en hins vegar snúningsvægið myndi minnka. En síðan ef við eykum segulmagninu aftur upp þá lækkar snúningshraðinn. Þannig að með þessu móti til dæmis að hafa til dæmis hálfstýrða brú hérna, þá gætum við haft áhrif á strauminn hérna inn á segulvafið og gætum við aukið snúningshraðann ennþá meira. Og svo minnka hann aftur með því að hækka spennuna aftur tilbaka. Já, þetta var þá yfirferð yfir tímadæmi 8 og þá ljúkum við þessari upptöku.